Já, verið velkomin í beina útsendingu á undanúrslitaleiki þriðja flokk kvenna á Íslandsmótinu. Þetta stór leikur, annars vegar erum við með Þór K.A. Hamrarnir sem taka á móti Gróttu KR. Þór K.A. Hamrarnir unnu A-deildina eftir hörkubaráttu gegn Blikum og Völsurum. Grótta KR unnu sína B-deild og fóru í kjölfarið þarna í undanúrslit sem það sigruðu örugglega en töpuðu svo 1-0 á móti FH sigur í deildinni. Þannig að hinn leikurinn er þá FH Breiðablik sem spilaði seinna í kvöld. Dómararnir eru klárir, liðin eru að gera sig klára. Þannig að framundan er bara spennandi og skemmtilegur leikur. Gaman sem að geta fyrirliði Gróttu KR er Edda Líney sem er uppalinn á brekkunni á KA og var fyrirliði Íslandsmeistaraliði KA í fjórðlokk kvenna þar sem að KA unnu Breiðablik í úrslitaleik hérna á Akureyarvelli 2018 í fjórðlokk kvenna þegar þessar stelpur voru þar. Sýnist að Þór K.A. byrjar í 4-3-3 með Grótta KR sem er að gera sig klára, þær byrja í 3-5-2 þannig að það verður athyglisvert að sjá hvernig taktíkin kemur inn í þetta. Það er Þór K.A. sem hefur leik. Tanja spyrnir á Önnu Brynju sem er djúpa miðunni. Nei, hún setur hann alveg í vörnina á Rebekku. Smá miðjuhnoð í byrjun. Bæði liðin eftir að vinna sér betur inn í leikinn. Þarna Ísvold vinnur hann vel. Sendir á Önnu Brynju. Sendingarnar smá ónákvæmar í byrjun enda mikið undir og þar lendir spennustigið aðeins herra. Þarna sjáum við aftur eins og fín hugmynd en svona vantar aðeins upp á framkvæmdina en það kemur hægt og rólega í leiknum. Vel gert Önnu Brynju þarna að spila út á svæðinu. Þarna rangstaða Iðun rétt fyrir innan. Markinu Tinna Brá, ég held að hún hafi nú lítið spilað með þriðja flokk í sumar en það sýnir bara hversu mikilvægur leikurinn er að það er meistaraflokksmarkmaðurinn kallaður niður í þetta spennandi verkefni sem er fullkomlega skiljanlegt. Þarna góður sprettur. Fín vörð þá. Og það er mark! Leikmaður númer 18 Lilja Líf kemur Gróttu KR yfir. Ekkert búið að gerast í leiknum, boltinn dettur til hliðar.
gott skot í nærsvæðið, annarstöngina og 1-0. Rúmlega 2 mínútur búnar, þannig að þetta gefur fyrir til mikið markaleik. Þannig að sjá þetta aftur, eins og boltinn dettur hliðar, hún skýtur í fyrsta og í hornið. Ísabella var sirka í horninu en réð ekki við þetta enda skotið fast. Það var spennandi að sjá hvernig Þór Káa bregst við þessu. Því að fyrirfram kannski Þór Káa líklega liðið en Gróttu Káa engu síður virkilega góðar. Smá hrollur í Þór Káa, ná ekki að spila sér út úr pressu Gróttu Káa. Þannig að Emil nær í boltan. Já, það er rétt. Sækir aukaspyrnu, vel gert hjá Emilíu, sem að ég held í 4. flokk, en gífurlega öflug og þeirra helsti markaskorari. En hún akkurat dóttir Óskar Hrafns, þjálfara Breiðabliks. Þetta er góð spyrnan á teg, annað skallar frá. Grótta Káa fyrstar að boltanum. Nær að snúa hann af sér, kemst inn í teg en góð vörnana hjá Þór Káa. Og Þór Káa uppsker innkast hérna. Grótta Káa þær falla bara aftur, leyfa Þór Káa að spila út úr. Spila úr innkastinu. En einhvað síður þá svona smá stress hjá Þór Káa, þannig að þær ná ekki nýta sér að færa boltan niður. Þarna vel spilað hjá Gróttu Káa. Edda heppin þarna, tæpa lenda í vesinni en náða að bjarga sér. Þannig að Una gerði vel að vinna nú í kjölfæri Ísfold. Fín hugmynd hjá Steingerði, enda klókur leikmaður að reyna að finna miðuna. Sjáðu, Grótta Káa, það selja sér dýrt. Grótta Káa lokar núna á innkastið, þannig að hún líklega kasta fram og þar verður bara barátt boltan. Þór Káa tók kerfi en opnuði ekki neitt og þar alveg fær Grótta Káa boltan. Lilli markaskorinn sækir þarna horn. Segir Þór Káa að þær ekki alveg að komast í takt og Grótta Káa nýtir sér það og er búinn að halda Þór Káa mestmegnis á þeirra vallarhelming. En það er nóg eftir. Grótta Káa tekur hann að pakkan, alltaf þjáttar inn. Þarna munaði litlu, betri snerting og Grótta Káa hefði heila getað skorað þarna. Tanja sækir hérna boltan, lítur upp, en góð pressa hjá Gróttu Káa, en enga síður Þór Káa fær boltan. Og aftur þarna, Ísfold reynir hann að góða hugmynd, en Grótta Káa þar eru aggressívar og eru að stoppa flest sendingar. Hörku bara þarna sem Kimi vinnur, fær innkastið, sendir inn fyrir. En Edda sterk. Rebekka gerir þetta vel sem betur fer, annars hefði Emilía verið komin einn í gegn. Vel gert Jónu Brynju, leysir þetta vel. Steingerður fer upp
upp með boltan, skemmtilegt en góð vörn, vel stíið út hjá Tinnu. Emilía tekur gott hlaup, sending inn fyrir. Emilía er öskufljót en Ísabella gerir vel, eða hvað? Hún er með þetta aftur. Sendir boltan upp, beint á Iðunni og þá er tækifæri fyrir Þór Ká að sækja. Tanja tekur gott hlaup upp kantinn, sendur á miðuna, vel gert. Ísól getur sótt á. En aðeins lengi aðeins og eins og enn og aftur í Grótta KR tröfla sóknaðgerðir heimastúlkna. Una með skemmtilegar hreyfingar. Enn er stoppið. Kimi missir boltan út af. Það er sama Þór Ká leifir Gróttu KR að fá sendingu. Nei, hún ákveður ekki að spila heldur kasta bara inn í þöguna. Þarna er vel gert hjá Eddu, spilar yfir Tinna svona fullæst annan gatt tekið á mót honum en beint á Emilíu sem gerir virkilega tekur á móti boltanum, fyrir fram hjá einni, fyrir fram hjá annarri. Sjá, hún er öskufljót. Stengerud gerir vel, stígur fyrir hana og setur boltan út af. Hörku sprettur á það sem Stengerud gerir virkilega vel að stoppa hana. Góður skallana hjá Lilju. Rakel með fína boltabeint inn í en Kimi er klár. Vel spilað Lilju í S þarna, yfirvögun vel gert hjá Rakel að skipta svæði. Þetta sendingin hefði getið verið örlítið betri. Þarna góður vörn hjá Angelu en vel gert hjá þeim að ná spilinu. Það er tækifæri að sækja. Þarna á hægri kantinu var Tinna alein en Emilía ákvað erfiðu sendinguna. Ef hún hefði heppnast það verið frábært en rétti kostinu var klárlega að spila til hægri. Sjá þetta Emilía með aggressívu pressjunni. Það er svona bara munurinn fyrstu mínútan er að Grótta KR eru aðeins ákveðnari. Þar lendi hefur Þór Ká ekki náð upp sínu spili. Núna fá það smá tíma, góð skipting hjá Ísfold, Iðunn, gífurlega öflugur leikmaður. Köttarinn inn völlin. Ekki alveg nákvæm sending en það er ennþá séns. Tanja með boltan, gerir vel, skemmtileg hreyfing, kemur með skot en þetta er auðvelt fyrir Tinnu í markinu. Tinnas spil til hliðar. Þór Ká eru tiltölulega hátt uppi. Enda er hann að vinna boltan. Heyrðu, það er dauðafæri. Hvað gerir Tanja? Hún skýtur rétt framhjá. Það var klárlega möguleiki. Grótta Ká er svona aðeins að leika sér eldinum og léleg sending í lokin sem að verður til þess að Þór Ká fær sitt langbesta færi í leiknum hingað til. Aftur spila Grótta KR til hliðar. Spil upp á aftur. Tinna stálheppin annað sinn í röð. Repa gerir hana vel. Gerir vel að vinna boltan en sendingin aðeins ónákvæm. Sér því að Grótta KR aftur komið boltan og Rakel tekur innkastið. Hún er sem sagt hægra megin í 3 manna vörð Rakel. Hún eiga ljómandi fína leik hingað til. Baráttan á miðjunni endar með innkasti á Gróttu KR. Þannig að Þór Ká alltaf langt frá Emilíu. Góð sending hjá Lilju. Ísabella
hreinsa vel. Björn ásáttuð þarna við að hann snúi ekki strax fram á við. Björn þjálfari Gróttu KR. Hildur boltað hana. Það vantar svona smá ró í Þór KR en nóg eftir að leiknum og leikunum eftir að getur allt gerst eða þá. Kimi með góða sprettarna. Möguleiki að senda fyrir. Nei, hún ákveður fyrir ekkert að taka á hornið. Það verður gaman að sjá hvaða leikkerfi Þór KR er með í horninum, en það er Pétur Heiðar þjálfari þeirra gífurlega klókur þjálfari og oft með sniður útfærslur. Þarna fær Ísfold boltan inn í teig aðeins svo lengi. Þetta er svona svolítið sagan hjá Þór KR. Þær hafa verið aðeins svo lengi í sínum aðgerðum, þannig að Grótta KR hefur náð að stoppa allt þeirra uppspill. Hættulegustu færin Þór KR hefur verið þegar Grótta KR hefur verið að klikka. Þarna vel gert hjá Ísabellu, spilar flott. En sjá, Emilía, hún er mætt í pressuna, gefa hann lítinn tíma. Rebekka gerir vel, yfirveguð. Garðar þjálfari Þór KR vill fá boltan yfir. En sjáðu tíma sem Anna hefur. Þarna ótímabær sending hjá Unnu. Það vantar svona smá yfirvun en hjá Þór KR að tengja fleiri sendingar og þá koma færin. Grótta KR enn og aftur að spila sér í teignum. Það er ekki að skila neinu nemarunni hættulegustu færin Þór KR. Vel spilað af Ísfold. Og hvað gerist? Þvílík markvarsla! Vá! Þarna sýndi Tinna af hverju hún er einn af öflugustu markmönnum landsins. Dauða færi. En eins og Þór KR, þær eru að fá færin þegar að markmaður eða varnarmenn Gróttu KR er að spila inn í teignum. Þannig að þarna gera það vel. Þetta með lélega sendingu til hliðar. Bæði Tanja og Ísfold búin að fá algjör dauðafæri til að skora, en það er bara næsta færi. Vel gert hjá Gróttu KR þarna. Spila til hliðar, núna er gaman að sjá hvað hann gerir. Já, sparkar öllítið betur. Angela gerir vel. Núna er tækifæri að missa boltan Þór KR. Og vel gert hjá Rebekku. Það verður gaman að sjá kraftin í Emilíu seinna leik, en hún er svona klálega búin að taka flesta spretti þannig að leikmaður Gróttu KR. Það verður gaman að sjá hvort hann er að fylgja þessu eftir allan leikinn. Grótta KR vinnur innkastið. Já, vel gert hjá Steingerði. Alveg hárrétt hjá Iðunni, skipta yfir. Hildur gerir pressu. Setur pressu á hana, hvað gerir hún? Herru, Hildur, hún er komin í gegn, hvað gerir hún? Frábærlega gert hjá Hildi Jönnu. Tanja klára fjær, en þurfti að teygja sig aðeins í boltan sem þýddi að hún náði ekki að setja hana markið. Þessi Þór KR, þær eru núna búin að fá 3 dauða færi, þannig að það styttist í markið ef þetta heldur svona áfram. En enn og aftur er það að fá þessi færi eftir mistök á Gróttu KR. Angela gerir vel, var með mann í sér. Angela í fjórðaflokki, gífurlega öflugur varnarmaður, verður gaman að fylgjast með henni næstu árin. Stengir með góða móttöku þarna. Aðeins og þröngt hjá Þór KR. Þarna vel spilað Ísfold. Iðunn. Vel spilað aftur, hvað gerir Ísfold? Vel gert, Hildur í dauðafæri, hún gerir vel varið á Tinnu í markinu. Líklega besta sókn Þór KR.
flott spiluðu hratt á milli hægri vinstri og vinstri hægri og komist í fínt færi. Hægt og rólega Þór K að taka völdin á vellinum eftir að Grótta K byrjuðu klárlega betur enda skoruðu eftir 2 mínútur og fengu svona smá búst við það sem hefur búin að gerast núna að Grótta K erfitt með að spila sig gegnum. Þetta frábær sending, frábært slútt en rangstaða. Ég held að þetta hafi verið tæft. Ég var að reyna að sjá þetta aftur. Þetta bara vitlaust eða? Núna sjáum við þarna. Þetta alveg frábær sending á Tönju. Þetta bara, þetta ekki vitlaust? Mér sýnist það. Risastór dómur. En eins og segi, við erum ekki alveg í beinni línu. Línurinn í beinni línu en það þarf að skoða þetta aftur eftir leik. Já, góð pressa þarna hjá Lilju markaskórunum. Þannig að færa hann tíma til að snúa. Rækilega klárt að vera næran hennar en það kemur ekki að sök. Boltinn var beint til Eddu sem spilar hann á Elínu. Elín sendir hann á Þór K og þá möguleiki fyrir Þór K að sækja. Ok, Anna með boltann inn á djúpa miðjunni spilar á Kimi. Kimi snögg að taka. Segir Þór K búinn að skora mark sem var mögulega löglegt og 3 dauðafæri sem að þannig að það kemur óvart að það myndi ekki ná að skora í dag en í markinu hjá Gróttu K eins og eitt besti markmaður landsins og það verður erfitt að komast fram hjá henni. Markmaður Þór K, hún reyndar einnig mjög öflug þannig að þetta verður áhugaverður barátta þeirra á milli. Tinnu búin að hafa nóg. Hún nennir ekkert að spila lengur og hún ætlar bara að bomba fram núna. Það góð pressa. Þarna var líklega aukaspyrna en góðu dómar leiksins mat svo væri ekki. Hörku bara þannig að Ísabella með boltan spila vel spilan hjá Gróttu K. Þarna vel gert hjá henni að halda þessu og frábært spil. Ísabella með boltan, frábært sending en Emilía skýtur beint á Ísabella. Þetta var skemmtileg sókn hjá Gróttu K. Myndi svona svolítið á fyrstu mínútunum þar sem að þær voru betri. Boltinn fór upp í, lofthæðin hérna er kannski ekki alveg nógu að há þannig að reglulega fer boltinn upp í og þá eru reglunum sem tóku gildi í vetur að bara sparka á mótherjan. Tinna fær boltann, það verður gaman að sjá hvort hann reynir að spila eða sparka fram, það er engin sendingamöguleiki hún sparkaði bara langt upp kantinn og í innkast. Björn, þjálfari Gróttu K ekki alveg nú sáttur, þarna voru engin sendingamöguleikar og hann kallar eftir meiri hreyfingu á þeim sem eru boltalausar. Vel spilað á Rakel, spilaði hann á flottu svæði. Elín þarna aðeins og æst en það kemur ekki að sök. Skemmtilegt spil hjá Gróttu K en boltinn aðeins og langur.
Kimi vinnur hann einkastið eftir góða pressur á Ísabellu. Elín með boltan, Hildur með góða pressu, er að lendi í vaðsinni. Tinna gerir ágætlega, Ísold pressar hana. Já, vel leist hana hjá Lilju. Skrítið að Þór Káa pressi ekki þarna. Emilia er sterk, Rebekka gerir vel. Þarna skemmtilegt spil hjá Þór Káa, stutt spil, Una komin í fína stöðu. Íður hana með boltan yfir og hann þannig að Hildi að taka boltan niður. Lilja fekk hana smá högg en hún er nagli. Vonandi að það sé ekkert alvarlegt. Yrði högg fyrir Gróttu KR ef hún myndi ekki ná að halda áfram, en jú, mér sýnist það. Það er bara dómar uppkast, dómar ætla bara að tjekka á henni, sýnist mér. Skemmtilegur snúningur, Þór Káa reyna, bara aftur sömu megin. Anna með góða móttöku, vel spilaði Önnu. Anna spilaði akkurat fór með 15 frekar en 16 til Vietnam í fyrra. Stóð síst ágætlega, góð sending, góð sending hjá Steingerði, en boltinn í erfiðri hæð fyrir Ísfold sem að toucha hann út af. Tinna, hún er hætt þessu vesen að spila og ætla bara að sparka fram. Hún er mætt hérna til að vinna en ekki til að spila. Ísabella spilar hana vel út úr markinu. Kimi reynir að fara framhjá henni en tekst ekki, Lára náði að stoppa hana. Vel gert við Önnu. Ísfold gerir vel fyrir framhjá einni. Það vantar aðeins upp áfram. Ég held að boltinn var hnút af hana. Hildur komin álitlega stöðu, sendir. Ok. Iðun sendir á Tanju. Þarna spilar Stengir með boltan. Þarna Þór Káa þyrfti að spila út úr þessu svæði. Þetta er svolítið þétt. Kemur langa bolta. Skemmtilegt touch þarna hjá Ísfold. Angela fær boltan. Sendir bara fram. Þarna Una gerir vel að ná honum. Tanja kemur í breiddina, Una tekur góðan snúning. Og Ísfold er sloppinn í gegn og búm, rétt yfir. Skemmtilegt stuttspil hana hjá Þór Káa. Ef þessi hefði verið aðeins niðar hefði Tinna aldrei átt séns. Þannig að Grótta KR spilaði þarna vel út. Edda með ágæti sendingu upp en Rebekka vel staðsett. Lilja gerir vel að vera undan en skallaði aftur fyrir sig. Lilja í miðunni. Góð móttaka hjá Emilíu. Frábær barátta hjá Emilíu. Emilía sækir á. Þetta er aukaspinna. Vel dæmt hjá Grétari Braga. Hún tekur þetta bara sjálf, ekkert að
Brasiður. Björn setur allt traust á Emilíu og segir bara að hún er að gera svona hún vil. Þetta er svona... Þetta er mitt á milli þess að vera skotfæri og gefa inn í en ég spá hún er bara skjót. Frábært skot og frábært mark. 2-0 algjörlega gegn gangi leiksins. Grótta KR komnar í frábæra stöðu. Það var Emilía Óskarsdóttir sem skorar þetta mark. Sjáum þetta aftur. Stillum hann upp. Þetta er alvöru. Það er bara bang. Slá henni inn nálægt stönginni. Þetta er svo kallar óverjandi. 2-0. Þór Káa strax komur hann í sókn. Hildur hann upp hægri kantinn. Lilja gerir vel á undan. Ísfold pressar hana. Þetta er markspyrna alveg hárrétt. Og mögulega bakgrindinga einnig á Ísfold. Tinna spilar hún út. Það ætlar að reyna þetta aftur. Afturgefa er á Þór Káa. Frábær vel varið hjá Tinnu. En þetta er þriðja, jafnvel fjórða færi sem að Þór Káa fær eftir uppspil frá Gróttu KR. Góð sendingi, held hún hafi röng, alveg hárrétt. Hún er rangstöð. Rétt fyrir innan. Þrjáttímundur búnar, 50 eftir. Það verður gaman að sjá hvort að Þór Káa nái að halda haus, nái að halda áfram. Það eru búin að vera betri, það eru búin að vera fleiri færi, en mörkin eru frá sunnarstelpun. Það er þau sem skipta máli í dag. Það er úrslitaleikur Íslandsmótinu undir. Góð sending, Emil er að sleppa í gegn. Vel gert hjá Steingerði. Emil er enn með boltan, þannig að hætti á víti. Aldrei víti. Þetta var bara frábær vörn og hann hotspyrna. En Emil var komin í fína stöðu, þannig að þetta var virkilega góð vörn. Önnur hotspyrna Gróttu KR síðast, þá bara settu við pakkan inn en sendu svo boltan fyrir aftan pakkan, hvort sem það er viljandi eða ekki. Það er sama núna, þær eru með 5 stelpur alveg inn í marktegnum, eru með 2 fyrir utan. Kemur þriðja marki núna. Þetta er góð spyrna. Vel gert hjá Ísabel í markinu. Ísfold með góða sendingu og það er möguleiki á að sækja hratt. Já, frábær vörn hjá Lilju. Lilja búin að vera eins og herfóringi oft á tíðum djúpa miðunni, vinna marga bolta. Fínt spil hann hjá Gróttu KR. Hún er rangstað í sammála línurunum hana. En það var tæft. Þarna áttur Emilía bara aðeins fyrir að koma út úr rangstöðunni og þetta hefur verið stórhættulegt. Herðu, byttu nú við. Gott að KR gefa þeim sendinguna. Vel gert hann hjá Angelu að spila bara strax út úr svæðinu. Elín gerði vel hann að stoppa Lilja með boltan. Vel gert hjá Ísfold að vinna boltan. Ísfold getur þá sótt. Kemur sendingun á Hildi. Elín pressar hana vel. Hildur gerir ágætlega, hélt boltanum. Kimi hefði kannski máttur aðeins yfir þarna og bara spila á samherja. Ísabella, hún er nokkuð fljót, nær að pressa Angelu vel. Angela er svo undan með boltan og setur hann út af. Skemmtilega hæls spyrna þarna. Rakel gerði gífulega vel á hann undan. Elín spilar hann á miðuna, erfið sendinga en vel gert.
Ágætlega spila hana hjá Gróttu KR en Angel undan og setur boltan í innkast. Það myndi gefa Þór KR mikið að minnka munin fyrir hálfleik. En að sama skapi fyrir Grótta KR land með að klára leikinn með að setja þriðja markið. Þannig að það er næsta mark mun skipta sköpun fyrir þróun leiksins. Það er svo langt sending. Ísfoldan gerir vel að vinna sér inn fyrir. Muna enga Ísfoldan að senda Tönju í gegn hana. Upplikið núna hjá Gróttu KR er svolítið að vera snöggar að finna boltan upp að því Emilia er stór hættuleg. Það er nokkuð ljóst að Emilia er mikið efni. Frábær sending hérna hjá Iðunni. Iðunni spila á vinstri kantinum í dag en á landsæðingum og slíkt hefur hann meira verið í vörninni. Góðu bolt en Tinna gerir vel. Það er nokkuð ljóst að Tinna er betur en engin. Vel spilað Önnu. Anna búin að hafa mjög góða leik myndi ég segja. Vel gert. Þarna vantar það smá rólegar. Það er kannski líka meira að léttar að skora oft. Frekar að léttar að skora kannski í sumar heldur núna þegar að markmaðurinn er svona öflugur hjá Gróttu KR. Áðan að Þór KR senda beint út á Ísfold. Ísfold er núna strax kerfið nummer 2, það er öðruvísi heldur en fyrsta. Það eru 2-2 og oftast þá er hún send inn í, þannig að mér sýnir hún alltaf að gera það. Kemur boltan inn í, ágætis bolti, boltinn lausinn á tegnum, gerir vel að koma þessu frá. Nákvæmlega hún er einanna, setur hann aftur inn í svæði, mögulega hendið hana, nei, dómarinn dæmir ekki neitt. Iðunn setur pressu. Hanna. Allt í lagi skot en ekki nógu fast. 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Við höldum svona kafla skipt, Grótta KR byrjaði betur, fyrstu 10, eftir það er Þór KR búin að vera betra, búin að fá færi en hefur vantað svona að klára þetta. Síðustu 5 mínútur hefur Þór KR verið að reyna aðeins svo mikið að erfiðum skotum, það vantar svona smá yfirvun eins og var þegar þeir voru hvað bestar. Svo Emilia gerir hana, vinnur hana vel, stendur þetta af sér, stendur aðra af sér, sendir góða sendingu gegn, Ísabella er að sleppa, nei, Kimi er mætt hana. Vel gert hjá Kimi og Kimi þykist að senda Ísabellu, snýr svo upp. Frábær bara þetta Ísabellu sem vinnur svo boltan. Ísabella er annars vegar framherji hjá Gróttu KR, hins vegar markmaður hjá Þór KR. Það eru nokkra nöfnur en inn á. Góð pressa þarna en vel spilað. Erfið sending inn á miðuna, þannig að missaði boltan. Svona rétta sendingin hefði hann bara spila á vörnina. Hún er 1 á móti 3-4 og þarna hefði hann átt að senda á Önnu en hún heldur ennþá boltanum, gerir það vel. Þarna rétt, núna er bara yfirvar, fá spil rétt. Þarna vantar kannski aðeins meira breytt hjá Hildi. Þetta fyrir vikið er þetta erfiðara. Þarna fínt spil. Spil yfir, þarna sjáum við Þór KR að gera þetta ágætlega, vantar móttökuna þarna, það er missað boltan. Emilia fær hann sjá, Emilia hún reynir alltaf bara að sprengja. Þarna hefði hann átt að rólega að spila og hlaupa svo. Erfiður bolti. Það er svona, Þór KR er svona aðeins svo mikið að flýta sér sem verður til þess að þetta verður aðeins svo erfitt en það var lítil snerting þarna og það er frá horn. Fara aftur 2. Grótta KR er líka með 2 á móti þeim. Grótta KR það býða líka með 2 frammi þannig að það er tilbúin að sækja hratt ef það er vinna boltan. Það er svo laus spilna. Þannig að hún bara andlindir hann. Góð pressa á hann, fín pressa. Þetta er horn. Góð pressa á Þór KR.
aftur aðeins og stutt en hún er að fleitunum. Íðun og Edda hann í baráttu, Steingerður og Emilía í næstu baráttu hana. Vel gert hjá Steingerður, vel spilað hana en hún kemst inn í. Þarna vantaði að Kimi að taka niður, lét hann skoppa aðeins oft. Hörku barátta. Fýtt bolti en Ísabella er klár. Kimi verður strax til hliðar, tilbúin að fá spil. Kimi snýr hana af sér, smá hættulegur snúningur en heldur honum. Anna fyrir aftur inn í sama svæði, þetta kannski var annað erfitt. Góð pressa þarna. Ísabella tekur hlaup inn fyrir og skemmtileg sending á Emilíu en hefði kannski aðeins svo erfitt. En hugmyndin góð og hlaupi gott hjá Ísabellu líka. Hún hefur möguleika að senda hann inn fyrir. Iðunn getur kyrt á, hvað gerir Iðunn? Hún þarf nú bara að sprengja upp. Ísól tekur hlaupin líka inn fyrir, hvað gerir hún? Og gott skot og mark! Flott sók og það er uppskera mark. Þetta er leikur, mark á besta tíma. Við sjáum þetta aftur hérna. Iðunn gerir vel, sækir að markinu, snýr, búm, sendir og þarna er bara Ísold réttum maður á réttum stað. Fær hann í magan og einsýnist mér. Það þarf ekki alltaf að vera fallegt en þetta telur. Fyrir við erum með allt annan leik. Það er sækja aftur. Hildum við boltan. Ínu er þarna meiti Tanja að segja eitthvað. Það sýndist mér nú bara óvart. Venjulegu leiktími rétt að klárast. Það var nú ekki miklu bætt við, kannski mínúta. Vel gert hjá Tanju. Ísold pressar, já, vel spilað. Þorká á boltan. Náður einu. Neini, þetta sendaði bara á Gróttu KR. Kemur langa bolta upp. Líklega brotan en hann sleppur að dæma. Fínt spil en góð vörn hjá Gróttu KR. Þannig að skemmtilegur boltur inn í svæðið. Hildur var bara ekki alveg klár. Hún var ekki klár í hlaupið. Það er bara langum fram og það var hálfleikur. En það var það þannig. 2-1 í hálfleik. Já, sjáum mörkin hérna. Fyrsta markið þarna Lilja kemur skítur á nær. 1-0. Sjáum, það er mjög ánægðar. Byrjuðu þetta gífulega vel. Maður sjáum rangstöðumarkið. Þarna má ég sjá. Hún er þarna og hvenær sendir hún. Þetta er held ég ekki rangstaða sko. Þjálfarnir eru nú eitthvað ósáttið við þetta ef að tapa. En þetta er erfitt að sjá. Þá sjáum við mark leiksins. Það er bara búm. 2-0. Það er komin í góðar stöðu þarna og Þór K búinn að vinna þess betri. En gerði vel að skora og þá sjáum við loks síðasta markið. Iðunn sækir að, köttar á hægri, skot beinta á tinna fast, þannig hún er ekki haldað í og Ísold eins og ég sagði réttum maður á réttum stað og 2-1 og framundan hörku leikur.
sjáum tölfræðina og það eins og ég er búinn að vera að vísa til að mörkin hafa komið á Gróttu KR en tækifærin hafa komið hjá Þór Káa. Og já, það svona kannski helst það að segja. Grótta KR byrja betur fyrstu 10, Þór Káa betri næstu 30 en 2 hálfleik og framundan spennandi seinni hálfleikur.
Þú varst bara lítil Polli. Það var seinni hálfleikur að fara hefjast. Grótta K er hérna með hringinn og peppa sig upp á meðan Þór K eru komnar í stöður. Þór K byrja bara með sama lið, enga breytingar. Líkilegt að sé nú að sama upp á teiningunum hjá Gróttu KR. Það er bara sama leikkerfi og allt. Hann gera hana vel. Rakel með bolta inn fyrir. Emil er að sleppa í gegn en vel gert hjá Ísabellu. En eins og segið, það er alltaf hægt að þegar boltinn kemur inn fyrir. Emilia er það aggressív og fljót og góð í fótbolta. Þetta er virkilega góð blanda fyrir leikmann. Góð sending hjá Kimi. Vel spilað, skemmtilegt touch hjá Iðunni en eins og oft í fyrrháleik Þór K að svona taka ótímabærar ákvarðanir annað skotið eða sendingar. Þarna hefði Una bara átt að keyra inn á teiginn og mynda mér að hættu þannig. Þarna er skemmtilega að spila hjá Gróttu KR, spila út úr svæði, spilar upp í horn. Emilia þar í kapphlaupi við Angelu. Vel gert hjá Emilíu, hún er komin inn í teiginn. Hvað gerir hún? Köttar inn og sláinn út! Vá! Ég held að þetta væri sláinn inn. Þarna enn og einu sinni sýnir Emilia hversu öflug hún er. Fer hana fram hjá tveim, gerir vel að kötta inn, sláinn. Vá! Og svo gerir Ísabella vel hann í lokinn að ná boltanum, en hún átti ekki séns í skotið. Aftur byrjar Grótta KR betur. Talaði á hann í stundum 2-0 að næsta mark myndi skipta gífulega miklu máli og það er hægt að segja sama hér. Af því að Þór K er búinn að koma tilbaka vel góð barátta þarna. Það er mjög erfitt að hvað gerist þarna, fín pressa. Þetta er aukaspyrna en hún heldur áfram. Það er hagnaðarregla og frábært spil, Hildur í dauðafæri og mark! Frábærlega dæmt og frábært spil. Klálega brotið hana á Tanju en hún náði að koma boltanum og við skulum bara sjá þetta. Það var Hildur Jana sem að gera þetta vel, fekk boltan og sett hana á næstu yngina. Þarna sjáum við Tanja gerir vel að standa af sér, sendir á Ísfold sem gerir frábærlega að koma lengra. Tinna lokar en ekki nógu vel og 2-2. Við erum að tala um á 38. mínútu og 2-0. Þannig að þetta munar oft litlu og Grótta KR það munaði svo litlu að þær hefur komist í 3-1. Í staðan er 2-2 og Þór K líklegri til að vinna leikinn. Ísold með boltan, aðeins og löng snerting, Edda gerir vel að ná honum, sendi langan Kimi hann undan, vel spilað Önnu. Anna búin að vera flottan að djúpa miðunni, það sem helsti kostunum hennar er að hún spilar einfalt og gerir þetta vel. Einfaldleikin er nefnilega oft bestur. Kimi gerir vel, snýr hann af sér. Þarna höfum bara átt að fara inn í teiginn og fá snertingun og víti. Þór K áfram um boltan. Kemur inn í, en auðvelt fyrir Tinnu í markinu. Tinna sendir á Ísabellu sem snýr. Og það er bara að sparka fram. Þarna vantaði að smá rólegar. Vel spilað Ísabellu, Rebekka klár.
Emilia 1-1. Hún að komast inn í teginn. Rebekka gerir vel að loka á hana. Frábær vörn hjá Rebekku. Þarna var nú bakgrinding en dómarinn ekki alveg aðstöðu til að sjá þetta. Langur bolti upp eins og Emilia að gera Angelu lífið leitt en Rebekka kom hann að bjarga henni á hann. Frábær sending. Það innkast sem að Þór Káa fær. Dómarinn hún ekki alveg sammála. Enda Grótta Káa núna, það segja allar á vellinum. Og Björn veit ekki sittur rjúkandir á. Hörku barða þarna, Lilja gerir vel að vinna boltan. Þetta alltaf upplegi hjá Gróttu Káa að það bara að finna langan á Emilíu sem á að gera þetta. Emilía komin inn í teginn. Hún kloppar hana. Hún þá með boltan og dauðafæri. Vá, frábær markvarsla. Þessi leikur er galopinn. Það var sjáum þetta aftur. Þarna Emilia kloppar eina, kloppar aðra, sendir hann út og frábær markvarsla á Emilíu, á Ísabellu sem var snögg niður. Boltinn er laus í tegnum, hvar dettur hann? Ísabella tekur hann og þá bara að koma með langan sækja hratt, þar hafa möguleika að fara 3-3 en beint á Elínu. Vel spilað á Gróttu Káa, unnu boltann og voru snöggar að spila til hægri. Þarna vant að spila boltann lengra. Emilia gerir vel. Hvort það var jafnvel kloppi? 1-1, hvað gerir hún? Hún fer inn á hana. Vá, vel klárað, ótrúlega þröngt færi. Grótta Káa er komið yfir. Við erum fótt 2 mörk á fyrstu 7 mínútunum. Sjáum þetta aftur. Gerir vel hana, fer fram hjá Kimi, fer fram hjá Angelu og táar hann inn. Það er spurning hvort Ísabella hafi gerð tilbúin við þetta sko, þetta var þetta mjög óvænt. Þetta 3-2, hálftími eftir. Við erum að fá hérna frábæran leik. Það því mörki verða fleiri, það eitt er öruggt. Þór Káa búin að vera betri en besti maður vallarins. Hún er í Gróttu Káa og hún er munur á liðunum í dag, hingað til. Tinna hana með aðeins og langa sendingu. Þór Káa búinn að koma tilbaka, lenda núna aftur í mótlæti. Núna reynir á andlegu hliðina. Enda þjálfararnir senda alla að hitta upp. Það er að senda skilaboð að ef einhver missir hausinn þá er einhver öflug á bekknum sem kemur inn á í staðinn. Vel gert þarna, sendur að Ísabellu en Þór Káa nær að stoppa. Lilja tekur vel á mótunum fyrir framhjá, hann unni í fyrstu snertingu. Kimi hann náði litri snertingu, þannig að það er Grótta Káa sem á innkastið. Það sé ekki Lára sem tekur innkastið.
Vel stíð hana út. Vel spilað hjá Gróttu KR. Emilía með alveg ágætt skot. Hvað gerir Þór Káa? Góð pressa á Láru en boltinn fer í innkast. Vel gert hjá Ísold. Aukaspinna. Ísold gerir vel að sækja þetta. Spurning hvort það spila þessu eða komið bara langan. Já, spila þessu vel gert. Það var Stengjur að fara í breytinu. Nei, það fara aftur í sama pakka. Bjóstu um að spila út af þessu. Góðu bolti. En boltin dettur fyrir Tinnu. Tinna spilar á Tinnu. Er Emilía slepp? Nei, Ísabella. Þarna munaði mjóu. Það er að leika sér eldinum. Þarna Ísabella, Tanja átt að mæta boltanum með spiltur. Ísabella snýr, sendur hann inn fyrir. Góð barátt hjá Lilju. Lilja er búin að vera mjög góðan að djúpa á miðunni hjá Gróttu KR. Góð barátt hjá Hildi. En þarna þurfti hún að vera aðeins rólegri. Rakel með langan boltan á Láru. Lára hefur möguleika að keyra á hana. Kimi gerir vel að stoppa hana og halda boltanum inn á. Aftur er Hildur aðeins þarna, þannig bara spila hann á miðuna. Anna var alinn. Þarna Grótta KR gerir vel þarna, spila einfalt. En þá aðeins svo erfið sending. Góð barátt á Ísabella að vinna hann aftur. Tanja boltan. Aðeins svo lengi að þessu. Vel gert hjá Kimi. Grótta KR á. Þetta er rétt dæmt, ekki neitt. Vel spilað. Þór Káa er að þrýsta þeim aðeins aftar en það er hætta að þegar Emilía er hérna frammi 1-1. Þannig að ef að Þór Káa missa hann klaufalega þá er hættulegt að fá skyndisókn í bakið. Anna vel spila hjá Rebekku. Rebekka og Angel búin að skipta nei, þetta var bara tímabundis. Datt samt í huga að skipta aðeins að því að Rebekka hefur aðeins meira í Emilía að gera. Þetta við aukaspinnu hérna. Þetta er bara svipa færi og Grótta KR skorað ár. Ætlar Ísold að leika sama leik. Ísold gífurlega góður spinnumæður en færið er erfitt en það var líka á þann og þannig að hún þarf að smell hitta hann ef hann á að syngja inni. Það er samt alveg þannig ef að Grótta KR nær boltanum þá er 2-2. Þetta var alltaf laust, alltaf auðvelt.
Já, vel gert hjá Angelu þarna. En það er svona eins og Þór Káa sé ekki alveg vanar að spila mútið góða markmanni og reyna og ofta skjóta. Þarna Una vinnur boltan vel. Vel gert hjá Hildi. Hún er komin inn í teig, hvað gerir hún? Spila tilbaka. Núna það bara eitt langur og Emil er komin í gegn. Það er sýnist að Grótta KR sé að fara undirbúa skiptingu. En þetta ekki alveg kláraði. Jó. Bolti inn í, þetta er erfitt. Fínt skot, aðeins og laust. Einn kast. Anna er laus tilbaka, kemur undir of nálægt pakkanum. Gerir þetta erfiðara. Heldur enga síður. Boltinn inn í teig. Vel gert þarna hjá. Áfram, það er ekki neitt að þessu. Herðu, og það er stór hætta, 2-2 síð. Þetta er búið að vera hætta. Hvernig Þór Káa er búin að skilja fáar eftir. Frábær vörn. Rebekka virkilega öflug. Angela hana gerir einfalt, vel gert. Kimi ætti nú bara að fara. Þarna rétt aðeins og fast. En það er fyrsta skipting leiksins. Lára fyrir út af. Búin að eiga fína leik hérna í vinstri af vangbakvarinn. Það er fórnilegt að sjá hvort þetta sé bara hrein skipting eða hvort þetta sé eitthvað taktískt. Sjá nú ekki. Hver kemur inn? Við erum ekki búin að sjá nú hvað hann er. Það vantar líka númerinn á skýrsluna hjá Gróttu KR áðan. Já, vantar ennþá, þannig að hún er bara nafnlaus hjá okkur. Ég get bara sagt þetta er Ingibjörg, Þórdís, Vilborg eða Díana. En það er vel gert hjá Stengir eða annað. Hvað gerir Tinna? Reynir að spila, ekki um langan. Frábær ákvörðun og góð spilna, en Kimi er aðeins ákveðnari. Og
Okkur heyrist þetta sé Díana sem kom inn á. Það er 20 mínútur eftir. Grótta KR færist nær og nær úrslitaleiknum. Vel spilað hjá Isabellu. Og góð sending. Nei, þarna nær yfir rétt að komast fyrir. Það var álítið sókn hjá Grótta KR. Ólöf Anna gerði vel. Markspyrna, vel gert hjá Stengir að stíga hana út. Björn, þjálfari Grótta KR, kallaðar aftar, hann vil bara hafa þéttar. Tilbúin svo hann í næstu sendingu, en það voru ekki alveg á því. Náði ekki að koma sér aftar, en að Grótta KR er ágætlega framalega. Gefa einhver síður Þór Káa fínu tíma til að spila á milli sín, en já, það tókst þetta ekki spila. Anna gerir vel, snýr, lítur upp, vel gert að spila og aðeins og langt. Skemmtilegur snúningur þarna. Hörku barða þarna, Tanja hefur betur. Hildur sækir á. Aðeins og erfiður bolti. Íður nær hann, gerir vel. Einn á móti einum. Kemur fína bolta, Hildur hana. Frábær bolti. Gott hlaup, en munaði bara engu. Sjá aftur hana, Íður gerir gífurlega vel. Tekur góðar hreyfingar, kemur frábæra fyrirgjöf. Hildur tegir sig, en nær honum ekki. Ég myndi segja að það skipta miklu máli fyrir Þór Káa að koma Íður aðeins meira en leikinn. Hún er gífurlega öflug framtíða leikmaður Þór Káa. En svona hefur aðeins og einangruð að náta á katti. Þetta er stór hættulegt ef hún er að spila til vinstri. Nei, hún potar hann til hægri frekar. En uppsker á horn. Það er bara sami gamli pakkin sýnist mér. Það er bara allar nálægt markmannunum. Fylla marktegin. Svo reynir þá Emilia líklega að koma með að nálægt markinu sem er erfitt fyrir Isabellu í markinu. Sjá, það reynir ekki bara að skjóta. Slæsar hann aðeins. Þarna hittir er þetta víti? Nei, hann segir bara áfram, hann segir áfram. Við þurfum að skoða þetta aftur. Boltinn endur á Isabellu. Sjáum þetta aftur. Já, ég held að þetta sé bara víti. Þetta er risastór ákvörðun. En engan síður eins og búin að tala þó að hafa tekið mark á Þór Káa sem var löglegt í fyrra leik, þannig að núna er þetta jafnt. Kimi með góðan sprett, Kimi heldur honum áfram, hann að venda breiddina á Iðunni, hún reynir að kötta þetta aðeins til hliðar. Þetta er hún alltof hægt, alltof hægt. Kimi gerði ágætlega en svo vantaði bara síðustu sendinguna. Hittbolt inn í það, dauðafæri og sláinn! Þarna, þetta var dauðafæri. Sjáum þetta hérna. Fyrirgjöf hérna. Fyrir gegnum eina eða bara báðar.
Þarna þurfti bara að leggja hann í hornið. Þessi leikur er alls ekki búinn. Eitthvað segir mér að Tanja eftir að skora eftir. Iðun köttar inn. Kemur langt skot en auðvelt fyrir Tinnu í markinu. Díana fær boltan, sendir hann svona utan fótar inn fyrir. Þetta var ótrúlega góð sending. Angela gerir vel. Það var möguleiki að sækja. Það er svo væst að senda, hún átti að sækja aðeins nær. En þetta er ennþá möguleiki, Iðun inn í teg, einum út einum, hvað gerir hún? Og bang! Beint á Tinnu. Ég held að það vantar bara aðeins betra skot. Vel gert hjá Angela undan. Langur bolti Emilia slepp í gegn. Nei, Angela gerir vel. Ok, vel gert hjá Rebekku að vera róleg. Eins og laus sending samt. Vel gert að Isabella snögg út hana. Góðu vörðnana hjá Eddu. Gott skof. Þarna munaði litlu að Tinna mista hann inn. En þarna kom líka ágætis kraftur í skotinu frá Iðunni, eitthvað sem er vantað í þessu skot fyrir utan teg hjá Þór Káa. Tinna lappar hann fram í stengirði. Uppsker innkast. Rebekka hann aggressív í vörninni. Þarna góðu bolta á Hildi. Vel gert hjá Elínu að ná að stoppa þetta. Díana spila tilbaka á Tinnu. Hvað gerir Tinna? Hún reynir enn einu sinni að spila. Það er henni ótrúlegt að hún sé að reyna þessar stutta sendingar af því að þær hafa bara eiginlega ekki tekist hjá henni fyrir utan þegar hún spilar úr maxspinnum til hliðar á lausa mann sko. Þannig að Díana gerir vel, enda nýkomin inn á og hefur full orku meðan að Kimi er búinn að spila leikinn.
Garðar og Petti tala saman, að spá hvort þeir eru að breyta einhverju. Fín sending inn í, hvað gerir hún? Tanja fær hún á hælinn. Þarna hélt ég hún væri að fara komast í stöðu til að jafna. Góðu bolti. Það vantar smá kraft núna í Þór Káa til að klára þetta. Búið að vera hörkuleikur, 70 mínútur búnar. Maður sér svona að margar að verða svolítið þreyttar. Það er Grótta Káar að gera vel að skipta og setja frískar stelpur inn á, meðan að þjálfarateymið á Þór Káa treysti meira þessum stelpum, en það svo sem meira er öllítið betri en hafa kannski ekki verið að skapa náðu mikið í seinni hálfleik með fyrir hálfleikinn. En gerir Lilja vel, pressan ágætlega, þannig að Ísfold nær honum ekki. Það er vel spilað Önnu, vel spilað. Skemmtilega gert hjá Eiðunni, komið núna bara að spila út úr þessu. Spila aftur inn í pakkan, það er allt laust hægra megin. Reyna skemmtilega sendingu inn fyrir. Aukaspinna, Una ítti aðeins við henni. Sjá. Það er skipting. Ísabella fer út af og inn á kemur þá Ingibjörg Þórdís eða Vilborg. Anna Brynja gerir vel, kífilega skemmtilega leikmaður. Eilín stoppar hana, sendir á díunu, Kimi ákveðin og Grótta Káar fær innkastið. Ísfold með boltan, ágæti sending. Sér það vantar svona öllítið meiri sóknarþunga hjá Þór Káa. Oft hvít treyja sem nær ára fyrir. Það var nú nálægt að vera brot, dæmir ekkert. Þetta var líka brot, en dæmir ekkert. Það er taktísk breyting hjá Þór Káa. Það eru komin með 3 manna vörn sem er að setja aðeins meir í sóknarþungan. Það er það. Já, það er þannig bara að hann tekur Kimi er hann sem var í hægri bakverði. Hún er komið núna fram, vinstri framherrið þá líklega með Tanju.
Það var, má segja að þetta var klokkt hjá Gróttu KR, bara negla honum upp í til þess að fá ennþá betur tækifæri til að negla honum fram og að drepa tímann. Það er svona vantar aðeins. Það er of oft sem að Grótta KR næra komunum frá. Þá er möguleiki 2 á 2. Hún sækir á Steingerði. Það hægir aðeins svo mikið á sér. Hann tekur þetta fína hreyfingu. Una gerir vel að koma aftur. Núna vantar smá hann að Íðin allt og mikið að býða bara bakvið í staðinn fyrir að bjóða sig. Þarna vel spilað. Þarna var boltinn að detta á Hildi en Kimi reyndi að skjóta eðlilega, bara eðlilega viðbrögð. Díana með boltan var alein en okkur að senda í fyrsta. Vel gert hjá Ísholt. Innan 5 mínútur eftir. Það stefnir allt í að Grótta KR komist í úrslitaleikinn. Kimi með góðan sprett, hvað gerir hún? Hún skýtur, fer í Eddu, akkur heldur ekki, áfram. Sjáum þetta aftur og eftir, það er ennþá hörkusóknina. Emilía, hún að sleppa í gegn. Kemur að markinu. Köttar ekki alveg nóg mikið inn. Þetta vantaði svona smá kraft í Emilíu. Sjáum aftur hvort það var víti. Ekki vissu það maður sjá. Kimi sparkar hana. Nei, þetta fyrir bara í bækið á henni. Þarna aðeins svo mikið að flýta sér og vantar 1-2 sendingar hjá Þór KR til að komast í þessu færi. Það er nákvæmlega sem Garðar, þjálfari Þór KR, segir að þær þurfa að fá sendingar til þess að fá tækifæri. Það var ekki mikið sem að Greta mér bæta við, held ég. Þannig að þetta eru bara 3-4 mínútur í viðbót sem að Hvítu þurfa að halda út. En það getur allt gerst í fótbolta. Anna tekur á móti honum. Vel gert hjá Díönu. Sendir hann inn fyrir. Emilía hann einu móti Angelu. Stingur hana af. Hún að klára þetta? Hún klárar þetta. Maður leiksins Emilía Óskarsdóttir. Mun á liðnum í dag. Sjáum þetta aftur. Gerir þetta vel. Köttar inn. Sparka. Ísa bara reynir ekki eins og við hann. Hún hefði nú mögulega getað varið að hann verið snöggar til að henda hann upp, en bara enga síður virkilega vel gert hjá Emilíu. Þór KR þurfa mark á næstu mínútunni þannig að þetta sé mögulegt. Emilía þá sett henni á miðjuna og sett í baráttuna þar.
Vel spilað þarna. Þá er bara að fá hann inn í. Það vantar ofta svona örlítil gæði til að klára þetta. Aftur hún fær annan tækifæri. Þarna gerir hún þetta ljómandi vel en góð vörnanna hjá hvítum. Góð barátta. Una með boltan fyrir utan. Þarna klárar færsluna. Góð sending. Nei, Tinna er öryggur sínum aðgerðum. Grýpur boltan, tegur sinn tíma. Kemur svo bara með langan á Emilíu. Þetta er ekkert flókið. Stengjur að gera ágætlega. Kæmur ekki óvart að hann myndi bæta við 2 mínútum en það er bara hálf mínúta eftir en hann segja hafi svo sem nákvæmlega verið með tíman. Þetta er nánast búið. Langur bolti fram. Yfir með boltan. Yes. Og Edda neglir honum fram. Búið að vera hörkuleikur hérna. En munurinn bara er að Grótta KR nýttu sín færi einstaklega vel. Á meðan að Þór Káa hefur klárlega getað gert betur. Fín barátta þarna. Innkast. Þór Káa innkast. Það er skipting. Seinni undanúrslitaleikurinn er svo FH Breiðablik. Það verður gaman að sjá hvort liðið mæti Gróttu KR. Úrslitaleikurinn svo settur á sunnudaginn. Það er svona, já, verður einnig mjög áhugaverður leikur. Þar sem öll þessi 4 lið eru virkilega góð. Þetta er nú aðeins lengra heldur en bjóst við. Það bætir alveg við greinlega 4 mínútum. En það er bara miðjum móð og ég segi Grótta KR er eitthvað líklegri til að bæta við af því að Þór Káa eru framalega og Emilí er einhvern veginn er bara mun öflugri heldur en Þór Káa ræði við. Tinna tekur hann að reynslina, leggst niður og þetta er búið. Við óskum hann að Gróttu KR til hamingju með að vera komin í úrslitaleikinn. Eru vel að þessu komnar, búin að vera flottar í sumar og gerðu vel í dag. Þór Káa kannski svona menn með boltan fleiri færi en Grótta KR þéttar, duglegar, voru aggressívar, erfitt að spila á móti þeim og svo eins og áður hefur sagt að svo var þessi einstaklingsgæði í Emilíu sem að skorar 3 góð mörk. Kíkjum á öll mörkin. Sjáum fyrsta mark leiksins. Þarna Emil að gera vel, pikkar hún til hliðar á Lilju, þannig að sem skorar öryggi. Það er mark leiksins. Emilía bara bombar honum. Slá hann inn.
Þór Káa minkar svo muninn 2-1 þar sem að Iðun og góðan sprett skýtur föstum bolta beint á Tinnu sem vera nú í teginn og Ísfold skorar 2-1. Byrjun seinni hálfleiks þá gott spil hjá Þór Káa sem enda með að fá boltan á Hildijönu sem að skorar úr öryggi. 2-2 hörku leikur, Þór Káa líklegri en Emilía tekur þá frábæran sprett, í þröngu færi og næra að tá hann inn. Og þriðja markið, þá aftur þetta þröng staða, hún gerir vel, fljótari, aggressívari og svo hamar hann boltanum inn, 4-2. Spurning hvort hann tæki bolta með í fluginu heim, allan skoraði 3 og vel að þessu komin. En hérna getur sér tölfræðina, 18 skot hjá Þór Káa, 9 hjá Gróttu KR, en meiri gæði að klára færin og það var bara munurinn. Við þökkum fyrir okkur og óskum